náttúrulega lóðir. Annan blað Gunnar Smári var með drullu mig fyrir að vera hérna fasteignaeigandi. Ég fór náttúrulega að kaupa og selja fasteignir þannig 2016. Hann náttúrulega kommunist. En ég seldi allt nema núna hérna 2 eignir. Þú ert einn af þeim. Það sem ég bý og eina í viðbót. Og það bara hendaði ekki að selja hana á þeim tíma. Og ég hef haldið hérna, þó svo ég líklega að fara. Ég ætla ekki að fara að blara það. Stóreignamaður. Ég ekki stóreignamaður. Já, það gengur vel. En ég hefði verið, þú veist, ég var hérna leiðin að þangað. En ég vil sjá fasteignaverð stórlækka og ég vil að hérna fasteignu verði ófýsilegu fjárfestingakostur. Það er strax á minnum parinu í þetta með óhagnadrifið og ætlum bara að moka allir inn í leigu rýmið þar sem að ríkið er búið að eignast þig. Þetta er hræðileg dystopísk. Akkurat. Bara hérna veröld sem að Þú væri líka með því að fletta ofan á verðbólguna á Íslandi að stærstum hluta ef þú myndir auka lóðaframboð. Já, sko, það og sko, mér finnst það ekki eins og vera mikilvægast í punktunum út af því að ég held að þetta hefði sko stórkostleg félagslega áhrif út af því að það að fólk hafi getur til þess að taka við, segjum sko, ekki kannski grunnfleti, taka við fókheldri íbúð og þurfa að takast á við það verkefni að sjá konunni þinni og börnunni þínum í flestum tilfellum karlmenn að sjá iðnaðinn þó svo að konunar taki náttúrulega þátt eða konan gera það sjálf hvernig sem það það takast á við það verkefni held ég hafi stórkostlega jákvæðar félagslegar afleiðingar. Algjörlega. Og þetta myndi leysa úr læðingi rosalega krafta sem að ég tel að búi innan Íslendinga sem að við erum ekki að nýta nú í dag. Pabbi minn byggði húsi sem að við bjögum í á sínum tíma. Mér langar að fá þetta tækifæri til þess að geta gert þetta líka. Nákvæmlega. Ég þarf að hringja iðnaðarmann til þess að koma að nagla í þjör.